Komið þið sæl, það nú býsna svona mikið veður getum við sagt á næstunni hjá okkur og það kannski ef við lítum hér á korti hér að þá er það einn og helst þessi lægð hér austur af Nýfundnalandi, það er semst lægðin sem kemur annan í páskum og við þurfum að eyða svolítið tíma í hana og svo er þessi sem er að fara yfir norðanverða Bretlandseyjar og hefur fengið nafnið Dave og stefnir á Noreg og þar eru gular, appelsínu gular og rauðar viðvaranir þannig að það er nóg að veðri í okkar heimshluta. En við skulum þá bara byrja að sjá hver þróunin verður. Við sjáum Dave hér fara yfir út á Norðursjó í fyrramálið og lendir á Noregi á morgun. En lægðin okkar hér sem kemur annan í páskum, hún dýpkar ört þegar hún er komin hérna. Hún sækir kaldalofti hérna vestan við Grænland og fer suður fyrir og það gefur henni auki fóður þannig að hún verður og er orðin þarna býsna árennileg. Á hitasviðinu þá sjáum við að það eru litlar breytingar hjá okkur til morguns og það er að sjá að hjá lægðin okkar að það er svona að það bætir í hlýjaloftið og hún mun koma með talsvert hlýindi þannig að það verður verulega mikil hláka úr þessu eftir páska hjá okkur. Ekki svo mikið kannski á annan í páskum fyrir ekki nema þá seint kvöldi hér sunnan til. En ef við lítum svo á þróunina í kvöld, nótt og í fyrramálið að þá er þessi bakki hér að fara hér söður af og við tekum svona norðaustan svona strekkingsvindur, allhvassvindur sumstaðar með éljum en í öðrum landshlutum verður nú úrkomu minna og hádegistölunar á morgun gæti þá verið eitthvað á þessa leið. Það er svona rétt yfir frostmarki á láglendi og það er orðið bjart hér á Vesturlandi. Það mun létta til hér suðvestan til meira þegar að líður á páskadag en á öðru leyti verður einhver éljagangur. Svona sérstaklega á austurhlutanum og ef við höldum þá áfram yfir til annars í páskum að þá svona dregur úr öllu saman seint annað kvöld og síðan aðra nótt að fer að bæti í hérna austanáttina og við sjáum þetta koma inn en svo kemur hér gul viðvörun, hún er sett á all landi til að byrja með og það er nú eiginlega bara til þess að minna fólk á að það er að koma vont veður. Það er farið að hvessa vel hér syðst, Reynisfjall verður nú líklega leiðilegt í svona og undir Eyjafjöllum líka en svo færist þetta norður yfir landi þegar líður á daginn og þannig að það er, mann búast við á morgun verði hins vegar viðvörun svona skipt upp eftir landshlutum og tímasetningum nánari þannig að þetta verður allt saman, þetta skýrist allt saman á morgun en þetta er meira bara svona áminning til þess að láta fólk vita hvað sé í vændum. En við höldum þá áfram og við sjáum hér skilin koma inn 23, 4, 5 og upp í 27, 8 metra sem að búast við þessu hérna syðst, þannig er eitthvað hægar eftir þessu norðar dregur en svo dettur hún út hér miðja nótt, aðfaranótt þriðjudags, þannig að þar verður þetta strax orðið skaplegra, þannig hádegi á þriðjudag er þetta svona sunnan, suðaustan, allhvass vindur, mjög víða, lítil úrkoma á norður og austurlandi eins og vill vera í þessari átt en hittir svona víðast hvar yfir 5 stigum og alveg upp í 10, kannski 12 stig þar sem að hnjúka þeir nær sér á strik. Á miðvikudag svo er þá bara áframhaldandi sunnanátt, úrkomumagni vissulega minna en þó staðbundið ágætlega mikil úrkoma í þessu. Einhverja skúrir gera spámanur ráð fyrir náu norður yfir heiðar líka en hitinn á pari við það sem verður á þriðjudag þannig að og svo er að sjá að fimmtudagur sé svona svipaður þessu þannig að það tekur upp mikið snjó og það þarf að huga niðurföllum ef að menn er ekki með þau opin nú þegar. En lítum þá yfir til Evrópu og hér er hann Dave kominn yfir sunnanverða Noreg og rauð viðvörun hér allra síðst í Noregi. Skúraleiðingar, það er nú laumast inn vitlaust merki fyrir Edinborg, þetta tólaði verið rigningaskúrir en ekki snjóél. En svona er þetta nú bara og einhverja smá skúrir hér allra síðst svona við Norðursjóin og það verða einhverja skúraleiðingar, þó ekki miklar hérna aðeins inn í svona suður undir Alpa en líklega þó bjart þar fyrir sunnan. Nema hér allra austast er ennþá einhverja skúraleiðingar en eru minkandi þó og líklega verður þetta nú farið allt saman á morgun. Ítalía er nokkuð björt og fín, sama með Íberíuskagann, hann er að mestu leyti bjartur og fallegur. Og ef við förum síðan yfir til Kanaríeyja, þar er svona skýjað með köflum, rúmlega 20 stiga hiti, gæti læðst inn 1 og 1 síðdegisskúr en þó ætti þær að vera fáar. Og ef við förum síðan vestur hafið, þá er þessi hæð hér sem ræður dálítið miklu. Lægðin komin hér og er á svona, þetta er svona, hún er á hægri norðausturleið og skil hennar liggja hennar með austurströndinni og inn í Suðurríkin. Þannig að það er mjög óstöðugt loft, rigning svona norðan til en meiri svona skúrir með þrumum og eldingum hér sunnan til. Vesturströndin er nú að mestu leyti þurr
og hlý, þannig þar ágætasta veður og svo að sjá að svona í helstu stöðum í Kanada sé einnig orðið þýtt. En við förum ekki lengra í kvöld, verið sæl.